Já, góða kvöldið, kæru vinir. Gleymir ei, ritari.is, íslenskur, æðadótt, en byrjum hér. Guðmundur Kári, stundum kallaður Gummi tvíburi, alinn upp á Erpsstöðum í Dalasýslu. Glöggir áhorfendur muna kannski eftir heimsókn okkar þangað og ísnum góða. Hvort það ísinn eða dalaloftið skal látið ósagt, en í öllu falli Gummi vel alinn drengur, svo vel alinn að hann gerði sér lítið fyrir og skellti sér á verðlaunapall á EM í fimleikum daginn. Guðmundur, hvernig verður maður svona góður í fimleikum á stuttum tíma? Sko, það sem maður þarf, það bara skýrt markmið. Og það var mjög gott þegar ég byrjaði í fimleikum að þá var verið að fara að velja lið á Evrópumót. Þannig þá kom þetta strax, skilur bara, ok, ég ætla að fara úrtökur sem sagt úrtaksæfingar, það er svona opin æfing. Það sem allir geta mætt og þar eru landsliðsþjálfarar sem að skoða stökkinn manns og hvar maður staddur og svo kemst maður alltaf áfram. Þannig ég var alltaf með markmið að komast alltaf á næsta og komast alltaf á næsta og komast alltaf á næsta. Og svo var allir bara komin að næst væri bara að velja í liðið sjálft og ég bara, ok, ég ætla bara að komast. Þannig já, ég var alltaf bara á æfingum, þá var ég alltaf bara með það hérna bara, ok, þú ætlar EM. Og ég var alltaf með það, bara ég var alltaf að hugsa það, áður en ég gerði stökk, bara ok, þú ætlar EM. Hvernig byrjar þú í fimleikum? Þetta byrjaði allt á því að við fengum garðtrampolín. Ég man ekki hvað ég var gamall, ég var svona, ég veit ekki, 8-9 ára eitthvað. Og þannig ég byrjaði eitthvað að hoppa og fara á hnén og fara á rassinn. Og svo byrjaði maður að gera meira, að fara að gera hægristökk og gera hægristökk í vinklaðri stöðu og með beinu líkama. Og svo byrjaði maður að gera aftur á bak. Og svo færði ég mig niður og fór að gera stökk á túninu. Alltaf bæta við stökkinn. Og svo í 7. bekk þá náði ég að væla í mömmu og hún samþykkti það að ég myndi fá að æfa fimleika á Akranesi. Þannig að við keyrðum alltaf einu sinni í viku á miðvikudögum á Akranes og ég fékk að æfa fimleika og svo fór bróðir minn líka með og fékk að æfa knattspyrnu. Þú ert frá Erpsstöðum í Dölum, í Dalasýslu. Keyrði mamma þín einu sinni í viku á æfingar á Akranes? Já, og tekur cirka svona 1,5 tíma. Ef að gefa henni gott klapp? Já, endilega. Vá! Já, ég er mjög ánægð með það og ég er stoltur af mömmu og hún er algjör fyrirmynd. Já, þannig ég fékk að æfa einu sinni í viku í 7. bekk og svo í 8. bekk þá tók mamma bara ennþá stærra skref og við fluttum á Akranes í 8. bekk og þá gæti ég eftir fimleika og bróðir minn gat eftir fótbolta. Við gátum báðir eftir á kappi og náðum miklu framförum og svo eftir 8. bekk þá fluttum við bara aftur upp í sveit og það var bara ekkert meiri fimleikar fyrir mig. Það var svolítið svona, það var erfitt, skilur, það var svona step back einhvern veginn. Og þá fórum maður aftur bara á trampolínu heima og trampolínu var það bara sett inn í fjós yfir veturinn og ég var bara að gera stökk inn í fjósinu. Og svo var ég bara ekki í fimleikum í 9. bekk, ekki 10. bekk og svo byrjaði ég í október sem sagt í fyrra á fyrsta ári framhaldsskóla. Já, bara ári áður en að EM. Já, ég byrjaði 5. október með FIMAG á Akureyri og svo fórum við út 10. október árið seinna. Hvernig upplifun var að fara út að keppa? Bara þetta var bara svo gaman sko, af því þetta var bara búið að vera draumurinn einhvern veginn. Síðan ég fékk að vita að þessar úrtökur væru, það bara vákvæði bara æðislegt að fá að keppa á Evrópumótinu. Og svo allt í einu bara gerðist það og þetta var bara ótrúlega gaman sko. Og hvað þá að enda á palli? Já. Þið unnuðu í einhverjum greinum? Við sem sagt lentum í 3. sæti og við fengum brons og en við unnum dansinn og það já, við fimleikafólk viljum meina að það sé erfiðasta áhaldið, skilurðu.
Hvað uppáhaldsæfingin eða áhald eða hvernig á ég að segja í fimleikum? Hvað svona skemmtilegast að gera? Ég held bara trampolínið sem hér. Ég held að mér finnst það skemmtilegast að gera tvöfalt hellistökk með beinum líkama. Það heitir full in half out. Tvöfalt hellistökk með beinum líkama og í fyrra hellistökkinu þá gerir heilan snúning og í seinna hellistökkinu gerir hálfan. Okay. Og svo það líka fíber, þá það afturbakumferð og ég treysti mér ekki til að útskýra stökkinn en ég ætla bara að segja það heitir Araba flick tvöfalt straight. Þannig ég enda því að gera tvöfalt hellistökk afturbak með beinum líkama. Það svona uppáhaldið. Já, mér finnst það líka gaman. Ég hef oft verið... Já, ég skilji það alveg. Tengirðu? Já, ég tengi. En það ekki nóg með að mamma þín hafi keyrt langar leiðir með æfingar og eitthvað. Ég sá að ísgerðin eins og hún lagði sig stutt ykkur dyggilega heima þegar þau voru úti. Já. Það voru hengtir upp ykkur flögg og eitthvað. Já, og það er sjónvarp í ísbúðinni og þar sátu þau á milli verka og voru að horfa. Félagið Gleymirey í Grundarfirði kennt við konur, svokallað kvenfélag. Engin hætta á nokkur gleymi þeim, enda rótgróið félag með meðlimum allt frá aldrinum 28 ára til 94 ára og stöðugt að minna á sig með fallegum gjöfum og gleði. Stelpur, hvað var það aftur? Lína og... Nína, já. Þið allar öflugar kvenfélagskonur. Við höfðum spurnað því að kvenfélagið væri alveg óbúslega öflugt í Grundarfirði. Getið þið aðeins sagt mér frá kvenfélaginu, við byrjum kannski bara á upphafinu. Já, ég náttúrulega ekki, ég náttúrulega elst með eldri sko. Já. Og ég gekk í félagið 61, svona verið 55 ár. Þú búin að vera 55 ár í félaginu? Í félaginu, já, svona mismunandi öflug, kannski lítið á köflum. En það stofnað hvenær? 32. Og búin að vera starfandi samfleytt? Já, það er búin að vera starfandi alla tíð, sko. Já. En þetta var náttúrulega fáa konur í byrjun. En þær voru drífandi, svona. Veistu úr hvaða jarðvegi, á hverju kvenfélagið stofnað? Nú þetta stofnað við land og svoleiðis? Já, ég held þetta að verið í byrjun, sko, að hjálpa bara nágrannanum og styðja við þá sem áttu eitthvað erfitt. Til dæmis ef að konur voru að eiga börn, áttu börnin öll heima og þá hefur nú yfirleitt verið fengin einhver til þess að hjálpa til við það, sko, að þvo þvotta og svona. Var verið að styðja við konur eftir barnsburð? Nei, þannig aðalega meðan á því stóð, sko. Já. Það var konljósmóður alltaf heima og tók á móti börnunum og var nokkra daga. Sem mjög lýsandi af því að, og við erum líka mjög minnistæðar, eða okkur finnst það. Við erum mjög áberandi í samfélaginu og eigum mikil líf, eða hvað getur við sagt? Já, við erum svona umvafðar, finnst mér, af samfélaginu. Já. Ef okkur vantar aðstoð, þá alltaf minnsta mál að leita til einhverja kvenna í samfélaginu þó það séu ekki kvenfélagskonur. Við eigum alveg svona bakland með okkur. Bæði kvenna og kalla. Það alltaf allir tilbúnir aðstoð okkur ef eitthvað er. Hvað svona hjartað í starfseminu núna? Hvernig við höfum undanfarið, nýjasta gjöfin að við gáfum hræruvélar til grunnskólans og ekki svo fyrir löngu síðan þá gáfum við 500.000 krónur og eyrnamerktum það fyrir list- og verkgreinar til Fjölbrautaskóla Snæfellinga og við höfum við höfum alltaf gefið saumavélar upp í grunnskóla, við höfum gefið margt hingað til kirkjunar, við höfum gefið margt líka til dvalarheimilisins. Og með mitt lyftu til dvalarheimilisins, Fellaskjóls, bara núna í vor. Lyftu? Já, þá var það lyfta til að aðstoða íbúa að komast úr rúmi í stól og bara
svona til þæginda fyrir íbúa og starfsfólk. En fyrir hvað peningar er þetta keypt? Hvernig? Þetta við söfnum. Já. Við erum náttúrulega alveg stór, sko, við höfum alltaf tekið á okkur að hérna sjáum útfarir eða sko erfðadrykkjur. Já. Og það hefur unnið til félagsins. Þið eruð ekkert að þvotta núna þegar hjá nýbökuðum foreldrum? Nei, það er búið og gert. Þetta er allt á Akranes í sambandi við það. En við steikjum kleinur og það er svo margt sem við gerum. Já, og svo er haldið markaðir og svona. Við vorum bara í síðustu viku með haustmarkað. Þá vorum við bara buðum upp á súpu, eða seldum súpu á brauð og vorum að selja sultur og alls konar dót. Handavinnu, vettlinga og alls konar. Já. Og svo náttúrulega heldum við sjómannadagskaffi, alltaf á sjómannadaginn, eftir messu, sjómannadagsmessu, þá erum við með kaffi. Og 1. maí kaffi. En þegar við steikjum kleinur, það gerir mikla lukku í samfélaginu. Og hvernig gengur það fyrir sig? Er það ekki í tengslum við einhverja hátíðadaga eða svoleiðis? Er það bara kleinudagar í Grundarfirði? Já, við bara ákveðum. Það eru bara vissir kleinudagar. Svo koma pantanir utan á bæ og við hafa okkur alla við að annað því. Já. Og svo berst lyktin út, þannig að við þurfum eiginlega ofta ekkert að auglýsa því að fólk finnur bara lyktina. Það kemur. Er skemmtilegt þegar þið eruð að gera kleinurnar? Hvernig er félagsskapurinn? Er bara sett tónlist og dansað á milli? Nei, það er bara verið að tala saman. Við erum mjög duglegir í því að tala saman. Já. Og svo líka mjög gott eins og fyrir það sem eru yngri og eins og bara þegar ég byrja í kvenfélaginu, ég hef bara aldrei steikt kleinur, ég hef fengið að snúa hjá ömmu kleinunum og ég sagði bara, ég kann ekkert að steikja og þá bara ferð þú bara með, Nína bara kendi mér að steikja kleinur og nú bara steiki ég kleinur, það var ekkert mál, þannig að þú lærir margt. Árið 2008 stofnuðu ungt og athafnasamt fólk fyrirtæki Ardi á Akranesi. Áherslan var fyrst á útleigu og skrifstofurými, en í dag heitir fyrirtæki Ritari.is og er einkaritari fjölmargra fyrirtækja og svarar hátt í 700 símtölum á dag. Segðu mér, hvað er Ritari.is að gera? Við erum raun og veru bara að sinna ýmiss konar ritarastörfum fyrir fyrirtæki all land í raun og veru öllum greinum atvinnulífsins, nánast. Í grunninn þá erum við mest í símsvörun og bókunarþjónustu og við erum líka að sinna útringithjónustu og alls konar ritarastörfum sem tilfalla. Við höfum verið að útbúa Excel-skjöl, lesa við bréf og senda út reikninga og þess aftur bara allt sem ritariðin gerir, nánast. Og eini munurinn er að við erum í langflestum tilfellum ekki á staðnum. Við erum raun bara einkareitarinn þinn, þannig lagað. Og gerum allt sem að ritari myndi gera annars ef þú væri með manneskju hjá þér og starfsmann. Að við raun og veru gerum allt sem að hún myndi gera nema að besta í því að þú borgar bara fyrir þá þjónustu sem þú þarft. En þú ritar alltaf á vaktinni. Við erum aðalega með svona lítil og meðalstór fyrirtæki sem að kannski hafi ekki endilega efni á því að ráða til sín starfsmann, en þú þarft alltaf að svara í símann ef þú ert með fyrirtæki, það er rekstur, það er bara þannig. Þannig að við erum að sinna því. Starfsmennir mínir, þeir nýtast í rauninu fyrir öll þessi fyrirtæki sem við erum að svara fyrir. Í dag erum við að svara fyrir allt, ég held að sé 100 fyrirtæki. Og eins og ég sagði áðan, bara í nánast öllum greinum atvinnulífsins. Og bara allstaðar? Allstaðar bara, já, bara allstaðar á landinu. Mest þó náttúrulega höfuðborgarsvæðinu, þau eru flest þar, en við erum út allt land. Og við getum nýtt þá starfsmanninn í fleiri en eitt fyrirtæki, það hringi ekki allir samstund á sama tíma, þannig að þú greiðir í rauninu bara fyrir svöruð símtöl og við nýtum starfsmanninn þá sem best. Þannig að þetta er svona win-win fyrir alla aðeila. Viðskiptavinur í rauninu átt að segja engan veginn á því hvort að við séum hér á Akranesi eða á staðunum eða hjá fyrirtækinu. Við lítum okkur sem starfsmann fyrirtækisins leið og við svörum fyrir fyrirtækið. Það er bara þannig.
Þannig að viðskiptavinurinn yfirleitt átt að segja enga veginn á því. Við höfum verið að fá alveg við höfum þetta fengið mjög skemmtilega símtöl oft. Það hver gengi inn í húsi, við höfum kannski aldrei komið þangað. Þannig að alveg, ég fyrir framan hjá ykkur, hver gengi inn í húsi. En þá eru bara með svo gott kerfi sem að við reyndar hönnum og smíðum og sem að veitir okkur allar upplýsingar, mynda húsinu, hvar það við getum gefið leiðbeiningar og jafnvel myndir af starfsfólki vegna þess að við höfum líka fengið símtöl sem að það sem fólk að spyrja, heyrðu ég ljósara konan þessi situr þegar ég kem inn vinstra megin. Og reytar náttúrulega fyrsta ásýndin í raun og veru. Við náttúrulega erum í þessu tilfelli fyrsta röddin sem að viðskiptavinurinn fær. Þannig að það svolítið mikilvægt að það sé gert rétt. Þannig að við erum náttúrulega að sjá til þess að viðskiptavinur sem hringir inn í fyrirtæki fái rétta þjónustu og fá hana strax. Veitu, hvað höfum við hérna? Sko, hérna þessi dreifing á svöruðum símtölum yfir daginn í októbermánuði. Svolítið gaman að sjá nefnilega, dreifingin almennt nokkuð eins hjá öllum fyrirtæki. Fólk rosalega samtaka einhvern veginn það hvenær það ákveður að hringja í fyrirtæki og þá erum við að tala fyrirtæki eins og ég sagði áðan, öllum greinum atvinnulífsins nánast. Þannig að það svolítið skemmtilegt að þessi dreifing hérna frá, við opnum 8:30, erum opið til 5, og þá erum við með það frá 10 til 12, allstað dettur símsvörun, innhringingarnar, það detta niður í hádeginu, þannig að fólk bara nota ekki hádegi til að hringja inn í fyrirtæki, og svo kemur það aftur upp klukkan 1 og dettur svona smám saman niður þegar það fer að líða á daginn. Þannig að koma toppar sig einhverjum megin við hádegin alltaf. Já. Og svo erum við með, svo skemmtilegt að það kannski sést ekki almennilega en við erum með dagana í október. Þið sjáu að það þú sér það það byrjar ég held að þriðji, ætli það ekki verið mánudagur. Byrjar mest á mánudögum og þriðjudögum og byrjum vikunar, svo dettur alltaf niður. Aftur upp og svona nokkurn veginn niður. Þannig að það mest að gera í byrjun vikunar. Þannig að ef fólk hringir almennt inn í fyrirtæki, þá ég að tala bara flest fyrirtæki. Hvort þessi einyrkjar eða stóriður eða... Já, bara verslanir eða hvað sem fólk notar síman mest á mánudum, í byrjun vikunar. Þá eins og þú sért bara fersk og bara, best að drífa sig inn í vikuna, útrétta og hringja allt sem ég ætla að gera. Svo svona þegar að líða nær helginni, miðvikudag, fimmtudag og föstudag, þá bara svona smá saman dettur það niður. Fólk einhvern veginn bara komið inn í helginu og það bara hægt að hringja. Og þannig þetta bara allar helgar, þið sjáu þetta munstur bara alltaf? Allar vikur, nánast. Það örfár undantekningar, en svona almennt, eftir frí og svona, ef það eru frídagar í miðri viku, þá oft mikið að gera daginn eftir. En svona almennt þetta svolítið svona trendið og svo líka svo fyndið að við horfum bara út gluggann og sjáum veðrið. Ef það rosalega eins og í sumar, ef það mjög gott veður í sumar, rosalega lítið að gera hjá okkur. Fólk bara hringir ekki ef það gott veður, þá fer það bara út að leika sér En hringir það þegar það vont veður? Nei, það líka svo merkilegt. Við fundum fyrirtæki sem sérhæfi sig í íslenskum æðardún. Okkar einu fuglaafurð sem flokkast sem útflutningsvara. Við litum við í Æðarsetri Íslands í Stykkishólmi og fengum líka að fylgjast með vinnslunni á þessari stórmerkilegu afurð. Við erum að kaupa dún af bændum á öllu landinu og hreinsum hann hér í Stykkishólmi og kaupum hann síðan af bændum. Og við erum áform að opna hér Æðarsetur. Þið kaupið af öllum bændum, þið kaupið dún af bændum á landinu, segirðu alls þar að. Hérna náttúrulega mikið í Breiðafirði, eða ekki? Jú, við kaupum mjög mikið af dúni hérna úr Breiðafirðinum og Vestfjörðum. Það náttúrulega mjög stórt æðavarp í Breiðafirðinum. Og auðvitað Vestfjörðunum líka. Þannig að það kemur mjög mikið af þessu svæði. En við erum að fá dún af öllu landinu. Við erum að fá dún frá Austfjörðum, Norðurlandi og Suðurnesjunum líka. Veistu hvað eru að fá mikið, svona cirka? Við erum að fá svona 1100 kíló af hreinsuðum dúni. Það er svona 4-5 tonn af óhreinsuðum dúni. Sem að fer í gegnum ykkar hendur. Og talandi hendur, þetta er ekki lítið handverk sem að þið leggið í dúnin áður en að fer út.
Nei, það mikið handverk sem fer fram hjá okkur. Það líka mjög mikið handverk sem fer fram hjá bændunum. Þeir þurfa margir hverjir að vakta vörpin sín allt frá kannski miðjum apríl og út varptímabili sem kannski miðjan júní eða út júní. Og þeir náttúrulega tína dúnin með höndum og þurrkan hjá sér og svona gróhreinsa. Og svo tökum við honum hér. Nú farið að leggja svo mikla alúð við æðavörpin, það ekki? Þó að dúntekja í sér langa sögu. Já, ég heldur reyndar að það hef alltaf verið lögð alúð við vörpin. Dúntekjan á sér örugglega sögu frá landnámi hér á Íslandi. Ég hef enga trú á öðru. Við eigum heimildi fyrir því Gróttarsöng. Það sagt fróðakonung, sitji hann á auði, sofi hann á dúni. Og það held ég heimild frá 1300, upp úr 1300. Þannig að við vorum strax farin að nýta okkur þessa náttúru afurð. Já. Hvað svona sérstakt við æðið? Hann náttúrulega fyrst og fremst alveg hrein náttúruafurð. Og hann líka svona svolítið sér íslensk fyrirbæri. Af 4 tonnum sem að falla til í heiminum á ári, þá eru svona 3 tonn hér á Íslandi. Þannig að það svona 75–80% sem að verða til hér á Íslandi. Og hann hefur mjög mikla samheldni og mjög hátt einangrunargildi sem að gera það verkum að manni verið mjög hlýtt að vera með æðadún. Sérst að hérna dúnn búin að vera í 8–10 tíma. Já, við 120 gráður. Út af hverju verið að hafa svona heitt á honum? Það bæði til að drepa alla óværu sem getur verið í honum og allt sem í honum sem sagt. Það verður stökkt og molnar úr honum þegar það fer í hreinsivélarnar. Já. Og síðan þegar við erum búin að hita dúninn, þá byrjum á því að setja hann í þessa vél sem svona forhreinsari. Já, við byrjum bara á því að senda dún hérna í vélina. Og svo mallar þessi í svona 2,5 mínútu og fer mjög vel með dúnin þessi vél. Svo þegar þetta búið, þá bara opna ég einfaldlega svona. Viltu fá nýjan? Já, takk. Og eitthvað? Nei, þetta svolítið. Og svo tökum við bara ákveðið magn, það má ekki vera mikið til dæmis. Og setjum í þessar hérna. Nú, já, þetta fer, ég held að þetta væri bara 3 eins. Nei, þetta er eitthvað svona forvinnsla. Já, þetta er forhreinsari sko. Og svo setjum við í þessa hérna. Og setjum bara nokkra sekúndur hérna. Nú er þessi búinn. Þá opnum við bara svona. Hér sést munur, mikill. Já. Núna er sem sagt nánast ekki vera neitt í dúninu sko. Og svo það sem restin á að fara í fjaðratíslu. Þetta er fjaðratísluvél, svo kallið. Og við bara dreifum dúninu hérna í vélina. Og svo á sem sagt eiga fjaðrirnar. Já. Þetta á að snúast aðeins hraðar heldur en eða hægar, ég man það ekki. Já, þannig að ekki á jöfnum hraða. Þannig að þetta á að stingast svona í gegn. Já. Og svo er gúmíkantur hérna sem þetta dregst í og þá dregst fjöðurinn út. Hvað eru svona skemmtilegustu eiginleikar íslenska dúnsins? Það er fyrst og fremst að hann hefur svo mikla samheldni. Þú getur haldið honum svona á þess að fara út allt. Annar dúnn er þannig, ef þú myndir hnerra hérna, þá væri hann bara komin út allt sko. Fókemd. Já, fókemd við vind. En hann hefur mjög mikið þann líka. Það er hægt að pakka honum niður í nánast ekki neitt og svo sprettur hann út aftur. Þannig að hann loðir mjög vel saman. Og það er talið að þetta gera það verkum að þetta sé ástæðan fyrir þessu háa einangrunargildi. Kollan býr hérna í mjög köldum sjó í vetrartímann og þarf að vera mjög vel búin til þess að lifa veturinn af.
Og þegar hún kemur í varpið þá þarf hitinn frá líkamakollunar að komast að eggjunum og þá verða einhverjar hormónabreytingar í líkamakollunar sem verða til þess að dúnnin losnar af. Hún strýkur honum svona aðeins af bringunni og raðar í kringum eggin. Þannig að það er svona fyrst og fremst ástæðan fyrir því að dúnnin losnar er að til þess að eggin nái varma frá líkama æðakollunar.